Kæra ungmenni, nú ert þú á þeim stað í þínu lífi sem þú þarft að taka ákvörðun þína framtíð. Í þessu stutta myndbandi ætla ég að gera mitt besta til þess að kynna fyrir ykkur hina töfrandi heima Fjölbrautaskólans í Breiðholti. Taktu í hönd mér, láttu fara vel þig og vonandi verður þetta þér til gagns og gamans og sjálfsögðu til þess að þú veljir rétt. Í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti eru fjöldamargar brautir og öflugt félagslíf. Skólinn er byggður upp á áfangakerfi þar sem nemendur þurfa að taka ábyrgð á eigin námi í samstarfi við starfsfólk skólans. Áfangakerfið veitir mikið frelsi þar sem nemendur geta valið milli faga eftir sínu áhugasviði. Í FB er boðið upp á fjölda námsbrauta og þessu myndbandi er ætlað að kynna nokkrar þeirra fyrir þér. Húsasmíðadeild FB býður upp á frábæra aðstöðu til að sinna smíðavinnu þar sem nemendur læra allt fagið og fá til dæmis að smíða einstaklega smekklega sumarbústaði undir leiðsögn afbragðskennara. Náminu lýkur með sveinsprófi sem veitir réttindi til starfa í faginu. Marx, Nietzsche, Freud og Bríet Bjarnhéðinsdóttir, hvað eiga þau sameiginlegt? Jú, þau gengu öll í buxum og allar líkur eru á því að þú fáir að læra þau á félagsfræðibraut FB. Félagsfræðibraut FB er ein vinsælsta braut skólans sem býður upp á marga fróðlega áfanga. Þar ber helst að nefna mannkynssögu, sálfræði, fjölmiðlafræði, auk fjölda annarra skemmtilegra áfanga. Náttúrufræðibraut hefur notið gífurlegra vinsælda meðal framhaldsskólanema. Á náttúrufræðibraut er aðal áhersla lögð á raungreinar svo sem starffræði og náttúrufræði, en að sjálfsögðu er fjöldi valgreina í boði líkt og á öðrum brautum FB. Nemendum hefur verið boðið að klára náttúrufræðibraut í FB á 3 árum í stað 4. Volt, amper, innstunga, hver hefur ekki staðið sig að því að heyra þessi hugtök í samræðum og hafa ekki hugmynd hvað þau þýða? Í nútíma samfélagi byggist flest allt upp á rafmagni og því eru miklir atvinnumöguleikar fyrir þá sem útskrifast á rafvirkjabraut, auk þess sem námið er mjög góður grunnur fyrir framhaldsnám í hinum ýmsu tæknigreinum. Margur grunnskólaneminn hefur komið upp á mér og spurt mig hvort maður læri að mála tungur á tungumálabraut FB, en nú sá misskilningur leiðréttur, því á tungumálabraut er megin áherslan lögð á tungumálanám, þar sem nemendur læra undirstöðu atriði í nokkrum algengum tungumálum. Snyrtibraut hefur svo sannarlega slegið í gegn í FB og þangað sækja sífellt fleiri nemendur sem læra flest allt sem viðkemur snyrtifræði. Náminu lýkur svo með sveinsprófi og hlýtur nemandi þá titilinn snyrtifræðingur sem er afskaplega flottur og skemmtilegur titill. Listnámsbraut FB býður upp á tvenns konar kjörsvið innan listnámsbrautar, myndlistarsvið og textíl- og fatahönnunarsvið. Á myndlistarsviði er lögð megin áhersla á ýmsar greinar sem ýta undir sköpunarhæfileika og frumkvæði nemenda í sköpun myndlistar. Hér læra nemendur helstu tæknir og aðferðir við að koma list sinni í verk. Margir þekktir listamenn hafa stigið sín fyrstu skref á listnámsbraut FB og þeir hafa svo sannarlega lært það að pennin er máttugarins verðið. Á textíl- og fatahönnunarsviði læra nemendur undirstöðu atriðin í fatahönnun og textílmennt, auk þess sem nemendur skólans hafa sett upp stórglæsilegar textíl- og tískusýningar við góðar undirtektir almúgans. Á íþróttabraut fræðast nemendur allt sem viðkemur þjálfun í íþróttum. Nemendur ljúka þjálfarastigi Íþróttasambands Íslands í að minnstakosti 4 íþróttagreinum, að sjálfsögðu eftir eigin áhugasviði. Auk þess klára nemendur almennan hluta 1 og 2 í þjálfarastiga ISI. Á síðustu árum hefur verið mikil uppsveifla í félagslífi FB fyrir tilstilli nemendafélagsins og nú státar skólinn af einu massívasta heavy shiti sem fyrirfinnst norðan Alpafjalla. Af viðburðum má nefna gettoball, busaball, hinna stórglæsilegu árshátíð, Gettu betur, morfísræðukeppnir, auk fjölda annarra feiki vinsælla viðburða. Kæra ungmenni, ég vil byrja á því að þakka þeim kærlega fyrir að fylgja mér í gegnum þetta stutta kynningamyndband á Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Ég vona nú, eftir að þú kynnst örlítið betur, að þau lítir á mig sem félaga, rétt eins og ég líti á þig sem vin. Vonandi var þetta til þess að hjálpa þér með val þitt og vonandi sjáumst við á komandi dögum. Megi framtíð þín vera björt og vonandi blómstra hjarta þitt af kærleik.